Ragnar, ég svona fyrsta leiknum í gærkvöldið, þú ert væntanlega búinn að fara aðeins yfir hann? Já, við erum búin að klippa hann og við ætlum að hittast núna eftir og fara yfir þetta saman, við og liðið. Og margt, eins og ég er búin að fara yfir gott þarna í gær og við erum að gera marga hluti vel, en það er líka fullt hlutum sem við skoðum og lærum af. Og svo eru það Serbarnir sem eru næstir og þeir spiluðu á eftir og ég þarf varla að spyrja því, þú ert væntanlega eitthvað búinn að kíkja á þá líka? Já, Óskar klippti leikinn í gær, þannig leik og það er alveg, við veitum alveg svo sem Serbarnir eru mjög sterkir sko. Þeir með Spánverja sem er að þjálfa það núna og við sjáum strax það er svona aðeins áhrif frá Spáni á þeirra leik. Komum smá svona, já, við erum að sjá síðutat klippingarnar og við erum að sjá þar hóta, þannig að við erum að sjá áhrif frá honum. En þær eru bara feikistarkar, frábæra línumann meðal annars og við þurfum að skoða þær mjög vel og byrjum á því með stelpunum seinni partinn í dag og svo aftur á morgun. Þannig að það er svona, já, bara áframhaldandi vinna í allan dag fyrir þennan leik? Já, það er þannig, stelpunnar þær fara núna og Ríkó var með hirtu og sjúkraþjálfaranum. Svo eru 2 fundir og það er bara undirbúningur fyrir leikinn á morgun. Það er léttir að þessi leikur í gær er frá og maður finnur það svona, það er kannski eðlilega smá spennufall sem við þurfum svo að rífa okkur upp úr aftur og undirbúa okkur vel fyrir leikinn á morgun. Það var náttúrulega mikil stemning í gær og eitthvað sem flestar hafa ekki upplifað áður? Já, það er engin spurning og þetta er mikil reynsla og það er ánægðar með að hafa upplifað þetta og fengu ágætis minningar út úr þessu og ég vona að Þjóðverinn sem þetta er dagpassar, að Þjóðverinn muni sitja og nýta passan sinn og það verði ágætis stemming á morgun líka og þá fáum við fleiri Íslendinga í húsið, sérsveitin mætir og ég veit að það eru fleiri að koma heiman, þannig að það verður vonandi áframhaldandi stemming á leikjunum og eitthvað sem við getum nýtt okkur. Og svo náttúrulega ýmislegt sem kannski er hægt að nýta sér inn í næsta leik sem var vel gert í gær, hvað þá helst? Já, mér fannst við varnarlega svona oft gera þetta bara mjög vel, ná skrefinu út á réttum tímum þannig að við náðum bæði tæklingum og þá auðvildum við svo líka hjálparverðinni framhaldinu ef við töpuðum. Þannig að mér fannst við gera það bara með ágætum í gær. Það auðvitað voru varnirna sem við lentum í brasi með þær og þurfum að skoða líka. Mér fannst við líka svona bara heilt yfir nánast allan tíma sóknarlega að vera stöðugt að leita lausna og vorum að gera vel. Auðvitað er þetta þessi töpuðu boltar sem við þurfum svolítið að horfa í en við viljum að leikmenn séu áræðnir og séu hugrakir og þetta er svona, þurfum að finna þetta jafnvægi hérna á milli þannig að þurfum ekki að draga úr áræðninni og kraftinum á kostnað þessar bolta, en við þurfum að fækka þeim. En það er svona eitt að lokum með það, þetta er svona líkamlega sterkt lið líka sem Serbarnir með svona þýleitinu til kannski svipað og Þjóðverjarnir ekki sett? Jú, þær eru þungar, þær koma miklum krafti í allar aðgerðir og það mun reyna á okkur líkamlega. Leikurinn í gær kostaði orku og þess vegna er bara mikilvægt við ríkóverum í dag og undirbúum okkur undir annan eins leik á morgun þar sem akkurat þurfum að slást við mjög sterkan línumann og fá á okkur árásir þar sem það er mikill þungi í þeim og kraftur, þannig að við þurfum að búa okkur undir það.